Velkomin í nýtt vídeo frá Svörspilar Golf. Getið þið hvar ég er? Ég er á stað sem heitir Garðavöllur undir Jökli, Snæfellsnesi. Hérna hef ég aldrei spilað. Ég er gríðarlega spenntur. Falleg fjallasýn. Verður golfið eitthvað álíka fallegt og útsýnið? Við erum með einstupið sýn. Komið með. Fyrsta holan er par 4, 315 metrar, held ég. Hún er bara nokkuð beint hérna áfram. Þægilegt svona kannski upphafshögg, fyrsta upphafshögg dagsins. Mér finnst mér eins og að vera meðvindur. Það er allt með mér í lífinu þessa dagana. Djúpt alltaf að negla. Koma svo. Vítt og breitt til veggja, finnst mér. Þar getur Sigursteinn elt. Úss! Þrábeint, þetta var ekki falleg sveifla en hún var helviti skilvirk. Við byrjum hérna hring með krafti. Þetta var eins og bestur á kosið. 79 í pinna. Nú ætlum við að stiffa þetta. Ég er búinn að ná að stiffa svona 1, 2, 3, 4 högg svona undanfarið. Nú kemur eitt stiff núna. Sko, mér finnst grínið halla svolítið niður til hægri, frá mér, meðvindur. Þetta má ekki vera langt. Ekki svona. Kompressa. Þarna. Vá. Er ég of hress? Ef hann kikkar aðeins til hægri þá er ég voðalega glaður. Og sestu. Ég held ég sé bara ánægð með það. Hann er á gríni. Við erum að dansa. Let's go. Það segja mér sérfræðingar og gárungar sem hafa nú þegar pútað á þessu gríni að það er frekar loðið svona með við völlin sem við spilum í morgun, sem var Stykkishólmur. Þannig að, og þetta er alveg bara, þetta er upp, og niður. Gangi mér vel. Það var svo típist ég myndi setja því. Svona, með aðeins hægra megin. Kottu, nei! Hann átti að fara í þessi sko. Ekki slæmt að byrja á pari. Tökum því alltaf. Hörðu, braut 2 er líka par 4. Ég mæli bara 209 í pinna og þetta er pínu niður í móti og það er pínu svona hjálpvindur. Þannig að ég tek bara 2 járnið. Það væri geggjað að ná grínin en já. Sjáum til hvað gerist. Sjáum til. Ég þarf að miða aðeins hægra megin. Og draga hann aðeins inn til vinstri. Koma svo. Í táan, hann byrjaði vinstri, sestu fór niður, hann er vinstra megin. Skoppar hann eitthvað aðeins vinstra megin bara. Tökum þessu. Þetta var nú bara geggjað. Ég er hérna rétt hjá, ég vil ekki svona mælda. Taka 54 og bara bömpa honum eitthvað áfram. Það var metur og stuttur. Hefði þetta farið yfir þetta ridge hérna. Búið öðru fugli, höfðum það ekki. Herri, þetta er bara svolítið upp í móti, þannig að ég bara negli eitthvað í þetta. Hann reynir að svindla sér til vinstri í lokin. Djöfusins mörður. Par. Par byrjun.
blendna tilfinningar. Stutta brautir sko, maður ætti eiginlega að vera negli fugl hér og þar. Það verður áhugavert að sjá hvað ég fæ eiginlega orðan völl. Örugglega ekki mikið. Þriðja holan er par 3. Hún er 165 upp í móti og það er mótvindur. Ég er að spila svona eins og 180 metra, taka 4 járni. Sjáu ég sko fegurina hérna, ég veit ekki hvað það skilir sér. Fjöllin þarna og svo bara strax hérna ertu komin í, ég veit ekki hvað þetta er, Florida Gators. Jæja, 4 járn. Sjáum hvort ég drífi í þessum vindi. Skallaði hann aðeins svona, hann er aðeins vinstra með bara við grínið. Ég held að það sé bara fínn, bara vipp og bút. Heyrðu. Þetta er bara svona skemmtilegt. Hefði viljað vera aðeins nær en hérna við vippum þessu eitthvað nálægt. Það hallar allt hérna niður hægri, þannig að ég ætla að miða vel hérna vinstra minn, taka 54 gráður og vippa þessu eitthvað inn á. Ég hefði haldið niður. Good enough for me and Bobby McGee. Það er smá challenge. Það er smá challenge fyrir þessu pari. Þetta er alveg vel niður í móti og tósast niður til hægri. Þannig að nú þarf ég að treysta bara á línuna, taka vel hérna svona til vinstri hérna. I gotta trust the line. Og þegar ég les pút, þá hérna, ég myndum okkur að sé að koma að boltanum, hann kemur hérna. Ok, svona. That's it. Þannig les ég og bara treysti. Og svo bara stilli ég mér upp hérna. Þetta er bara cirka svona. Svo aligna ég líkamannum við pútisæsin og þá tek ég bara beint pút, skilji. Og svo næsta sem ég hugsa, og það síðasta sem ég hugsa, er bara að taka hægt aftur og þá er ég að stjórna vel strókunni og þá mun þetta líta svona út. Þetta átti að vera svo cool beint í maður, ja. Herru, ekki nóg með það. Alvöru fucking tester maður. Þetta var alltaf helviti slæmur staður til að skilja hann eftir á þetta á hann. Herra, nú er þetta bara beint upp, búin að sjá línuna, stilli púttinum þá beint á, stilli líkamannum, losa aðeins hérna horfi og nú bara beint aftur, róla. Geggjað. Herra, það var skotlínuna. Já, gaman þessu. Þetta var golfkennsla, svörspilargolf. Takk fyrir. Hvernig á tvípúta metisfæri. Fjórðabrautin er par 4, 355 í metrum, beint á jökulinn. Ég held að þeir hafi hannað sko völlin væntanlega út frá þessari braut. Það kemur ekki óvart. Þú veist út af því að þetta er svona alveg, já við verðum að hafa eina braut sem snýr akkúrat á jökulinn. En þetta er bara beint áfram sko, og það er, hvernig vindur er? Það er pínu mót til hliðar, cirka. Ég fer bara beint á pinna, beint á hægra megin við jökul. Og hér. Táan. Hann er að fara 700 metra til vinstri sko. Ég held að sé samt safe. Kúla mín var hann að vinstra megin. Ég bara eiginlega treysti mig ekki til að leita henni þarna. Og hann er eitthvað rétt pínu í röffi. Ég ætla bara að droppa á annarri. Hér. Þetta er náttúrulega ekki, þetta er bara ógjörningur sko. Hefur prófað þetta? Prófum þetta.
Oh snap! Oh snap! Fuck! Okay, I have angered them. Ok, þeir eru allir komnir upp núna. Herri, þessi kúla verður bara þarna. Herri, ég neita þessu kríudóti, ég fæ laust frá kríunum. Það er ekki hægt að slá þarna. Tökum pitching wedge. Skrúum hann inn til vinstri. Það var fallegur. En hann hélst bara hægri veginn. Það var ekkert kompressor, ég skúpaði brundina. Já, fjórðabrautin á Garðavellundi Jökli. Ekki vera vinstra megin. Það er mitt ráð. Vera vel hægra megin. Það er líka bara 5. brautin næst, sko, hún er þar. Þannig að ég myndi eiginlega bara slá inn á 5. brautina. Hörðu, ok. Hérna er smá pressupunkt út af þessum kríum. Má alls ekki vera langur og fara inn í kríuna. Þetta er svolítið... Oh shit, hún er komin hérna bara inn krían. Með eitthvað kjaftinum. Ok. Herru, sko, þetta er að fara held ég svona, en samt ekki. Þannig að þetta er alveg... Það var krían. Fyrst og fremst bara að drífa. Er hann að drífa? Já. Það er hann bara ágætt. Ég er náttúrulega bara til í að taka þetta par og get the hell out of here. Þetta er eins og Hitchcock, bara birds. Herru, við erum að færa hérna gaura aðeins. Escaped with a par frá Birds myndinni úr Alfred Hitchcock. Herru, þetta er bara Ísland. I love it. I bara thank God. Það eru örugglega búin að verpa og eitthvað svona. Það eru bara, þú veist, er þetta ekki bara úlingarnir með stæla eða? 5. brautin er par 4, bara beint áfram, beint af vegum. Hvað er þetta, 280 cirka? Og það er ekkert í fyrirstöðum, bara negla. Nú er ég í meðvindi, þannig að engar afsakanir hér. Let's nail it! Ó nei! Ég ætla ekki að fara aftur á 4. braut. Það er þá bara rétt inn á 4. braut. Sástu 10 nokkuð? Þetta er sko plast 10. Herðu, cirka 60 metrar frá pinna. Vindurinn er svolítið þarna. Og ég kíkti aðeins á grínið og það er hell. Landslæði bara út allt. Þannig að ég held að það sé betra að vera vinstra megin hérna. Fyrir neðan pinnan. Jæja, það er crucial kritískt högg. Aftur hérna, 54 gráður. Og ég þarf að kompressa hann hérna svona. Ok. Algjörlega frábært. Hann er náttúrulega alltaf langur, en ég er bara svo ánægður að ná svona skemmtilegu kontakti. Ég held að það sé alltaf langur. Ja. Sko, þessi grín hérna út á landsbyggðinni eru yfirleitt þar sem ég hef spilað freakish. Þau eru bara, það er ekki flatur blettur hérna á þessu gríni. Þannig ég þarf að fara upp og aðeins til hægri. En aðalmáli hérna er bara að drífa. Þetta var flott. Þessi, sko, grín á landsbyggðinni eru geggjuð. Æ! Are you there? Það er smá vindur. Par. Jæja, 7. brautin er par 4 275. Kemur aðeins inn til vinstri. Mótvindur. Hvað ætli ég geti farið mikið vinstri? Held ég miði bara á mitt hótelið hérna. Hótel Langaholt, held ég heiti. Og taka á því, eins og áðan.
Já, bara alltaf mikið dróa, en og vinstra megin við pinnan með þess að sem hvort við finnum ekki þar. Heyri, ég á 56 eftir, 54 gráðunar, það er verkfærið í það. Búið að ganga ágætlega með þessi fleygja núna í dag og það er svona smá mótundur, bara perfekt. Stoppa hann, munum bara að síðust einna, kompressan, koma svo, svona eitthvað, koma svo. Ég held að það sé bara fín. Hann er klíndur! Klíning! Yes! Fyrir þá sem ekki vita þá er klíning þetta hér. Vitið þið það? Jæja, sko svona klíning á skilið goddamn birdie. Ég verð brjálaður ef þetta fer ekki í, sko. Ja, tjók, ég verð eiginlega aldrei brjálaður, sko. Mér finnst svona eins og að reyna að stela sér til hægri, aðeins, en samt svona pínu bara á eiginlega neglunum bara beint í. Yes! Ég segi, ef ég er að fara að ná þessum fleygjarnum minn og fara að klína eitthvað svona, þá megi ég fara að vara eitthvað, sko. Þá get ég fara að skora velli. 7. brautin er par 5, 400 og, hvað sagði ég, 450, 470, 475 kannski. Já, bara svolítið þráð bein, sko. Ég ætla bara að negla það. I don't know. Let's nail it. Mótundur. I like it. Hald ég, undir vindinn. Hann er aðeins smá drag til vinstri. Ég held að það sé bara fullkominn. Ekkert smá krúttlegt æfingarsvæði. I like it. Herðu, ekki var það langt. Allt mótundur mikið eftir. Ég ætla að taka bara 2 horni til að reyna að halda hann undir vindinum og reyna að taka hann hérna í smá dró. Hann var nú ekkert undir vindinu, hann er bara beinn eitthvað áfram. Örugglega bara fínt í næsta högg. Svolítið spes og róbóti. Anyways. Það er ég á ennþá 96 metra eftir mótundur. Þetta gæti verið alveg fullkomið fyrir hérna Gapwatch. Gæti verið. Hann gæti líka verið aðeins stöttur, en fuck it. Þetta er ekki beint þægilegt. He's coming for me! Gaur. Slaka á. Hann er eitthvað svo aðeins meira mín lúkin en aðrir, sko. Koma svo. Hálfur högg. Sá hann bara aldrei. Sást þú hana? Sá hann bara aldrei. Ég hlýt að hafa skallað hann eða eitthvað. Eða þú veist, nei, ég skallaði hann ekki. Ég sá hann aldrei. En hann fór hérna yfir grínið. Bagalegt. Ég ætla að taka pitching aðeins og vippa aðeins lægra og leyfa honum að rúlla bara hérna aðeins. Byrja hérna hægra megin og hann leikur inn niður til vinstri. Góð svona. Nei, Sigursteinn. Shit, hvað það var lélt vipp. Táa hann. En við ætlum að reyna að púta þessu par púti í. Þetta gefur hérna svona. En ég segi, þetta er náttúrulega.
ég ætla ekki að segja þessu loðin beint þessi grein, en þeir eru svona loðnar en almennt þekkist, þú veist, hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þú veist, þar leiðandi ekki jafn mikið breyk og eitthvað svona. En hérna, sjáum hvað gerist. Sko, skollið þessari braut í mótundi bara fínt, sko, en bónus að fá parið það. Þessi vinstra megin. Nei! Sástu þetta? Hefði pinnin ekki verið í, sko, það hann fara í. Jesus Christ. Ok, þetta var helvítis óhöfnum maður. Skolli á mig. Kominn þá einn við par, held ég. En nú eru tvær eftirbrautir eftir sem eru í meðvindi. Woohoo! Herra, 8. holan er par 3, hún er í mæli 143 en það er hífandi rok til hægri og smá með. Þannig ég ætla að taka 9 járnið og hérna og negla á það. Sjáum hvað gerist. Skulum vera hér. Kompress. Algjörlega frábært högg. Hann driftar meter hægra megin við stöngina. Hörru, stoppaðu! Shit, hvað var langur. Með 9. Aldrei að hafa það. Elisabeth, kona mín hérna, hún byrjaði í golfi fyrir, hvað myndir þú segja, fyrir árið, 2 árum? Já, eitthvað svona. Í rauninni, þetta er fyrsta svona alvöru sumari sem hún er alveg á fullu, sko. Hvað ertu komin í forgjöf? 44. Sko, ég er búinn að spila golf í eitthvað 37-8 ára eitthvað svoleiðis. Við erum á par 3 og ég bara byrja að svitna, sko, þú veist, ef hún fer hol í höggi á undan mér, ég hef aldrei fór í hol í höggi, ég veit ekki hvað ég geri, skilur, ég er búinn að reyna í svo mörg ár, mörg 20 ára, svo kemur hún eitt sumar og fer hol í höggi. Hún var ekki langt frá því núna, en hérna, við skulum ekki láta það gerast, vegna þess að þá bara, það er ömurlegt, bara ekki gott fyrir leikinn. Sko, ég þarf fyrst að fara á hólleiki, takk fyrir. Herra, það lag yfir, það er ekki gott, það er betra að vera stuttur hérna og svo er 8. holu. Og hann helf að högg með 9, eins og það ánægði það. 54 gráður og... Takk. Ég held ég taki bara hérna pinnan upp úr þetta sinn. Það var svo fast með þetta. Jæja, það er aftur par Björgun og hann er að reyna að sníka sér hérna til vinstri aðeins í lokinn. Ekki mikið þó, pínu niður á móti. Svona. Ég hérna pússa hann. Ég gjörsamlega hamraði hann. Jesus fucking Christ. Skolli. Andskotans. Skolli. Þá er ég held ég 2 yfir pari, eitthvað slags. Herðu, 9. og síðasta hola dagsins, shit, er hlaðin kríum. Nennirðu please? Takk, ég er að tala hérna. Og hérna, par 4 er 280 metra par 4, en hún er sko í einhvern svaka boga, eins og við sjáum það á yfirlitsmyndinni. Ég held ég þarf bara, hérna, við sjáum ekki brautina eða grínina neitt. Já, því ég er ekki búinn að dróna og veit ég eitthvað hvernig hún lítur út þannig sinni ef bara kortið. Ég þarf að treysta ég ætla að fara þetta beint yfir húsið. Ég sé ekki betur en ég þurfa að gera það. Ég held að segja þetta hús. Já, ef eitthvað þá er alltaf bara aðeins hægra með hana, sko, við húsið. Ég er að taka upp kontentina, slaki á. Algjörlega fullkomið högg. Hægra megin. Já, ég veit ekkert skilur hvar það lendir en þetta var bara alveg sem ég ætlaði að gera.
Herru, við vorum nú heldur betur að miskilja. Sko, þetta var ekki rétta húsið þarna sem ég átti að fara yfir. Þetta hús þarna. Heldur var þetta hús þarna. Og nú er ég bara hérna smack in the middle of 8. braut. Á 90 metra eftir. Pinninn er eitthvað þarna. Eitthvað svoleiðis. Ha? Já, þetta er 7. fyrir ekki, já. Anyways, þannig að þetta var heldur betur mikill miskilningur. Þið náttúrulega sáu þetta alltaf yfirlitsmyndinni. Ég er eftir að dróna þetta, þannig ég vissi ekki alveg hvernig það lá. En anyways, þetta er algjörlega þá blindhögg og 90 metrar í meðvindi og niður í móti. Það er alveg ógeðslegir tögg. En ég ætla að taka 54 gráður og reyna að kompressa hann aðeins. Það er svolítið stuttur. Ég held að það sé bara til læsamt, sko. Djöfull tók ég mikið að stöffi upp, maður. Alltaf að gera við killuförin, krakkar mínir. Munið það. En ég get nú sagt hérna áður en ég tek lokapúntið í dag að heils hugar mæli ég með þessum velli sem heitir, hvað sagði ég, Garðavöllur undir jökli, eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki Garðavöllur undir jökli, eitthvað svoleiðis. Það er bara ógeðslega góð skemmtur. Víðar og skemmtilega brautir, hann er mjög friendly, en þú veist það hjálpar að þekkja aðeins leiðandi. Bíða, geggja pút. Hann er ógeðslega skemmtilegur og ótrúlega vel hirtur og flottur og bara mæli ótrúlega vel með þessum velli hérna. Þetta pút er svaka mikið upp í móti. Það er eiginlega bara the name of the game hérna. Þetta er fyrir fugli. Ég myndi ekki hata. One hell of a pút, sko. Því pútir er geggjað. Upp með þig. Ég neldi hann. Dreif ekki. Og tökum við bara, þessi pinn er eiginlega ólöglegur, sko. Það er mikill halli á honum, sko. Ég verð að segja það. Það þýðir ekki að væla það. Neglum þessi fyrir pari. Drífum upp. Skollið á síðustu. Hamskotars. Það var +3 held ég. Skolli finish. Ekki alveg eins og ég sagði það fyrir mér. En ég mæli heilsvegar með þessum velli. Garðavöllur undir jökli. Frábær upplifun. Tóku bíl. Það er ekki að skemma það, sko. Það var skutumst þetta. Víðar og góða brautir. Grínin, já. Mjög skemmtileg en ógeðslega erfið. Það er illa hægt að skora svona völl sem er svona rosalega mikið landslag á grínum. En þetta var skemmtilegt. Takk fyrir að horfa. Hittist í lunch.